Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í þáttinn Örlögin á Hringbraut. Hér segjum við sögur af venjulegu fólki sem ratað hefur í óvenjulegar aðstæður. Komið endilega með mér inn í Iðnó. Sigríður Ester Birgisdóttir ösklega 50 sveitakona, alin upp á Geithálsi og fyrir austan fjall og býr reyndar núna hinn seinni ár í Grímsnesi ásamt eiginmanni sínum Guðjóni, en fyrri eiginmaðurinnar, Sigtryggur, lést á besta aldri og síðar missti hún einnig son sinn Snorra, en hann tók líf sitt. Sigríður Ester, Sirrí, ætlar að segja okkur sögu sína. Þú ert sveitastelpa og hefur eiginlega alltaf verið sveitastelpa. Já, ég sveitastelpa og mér líður best í sveitinni. Og mamma segir að þegar ég var stelpa var ég aldrei róri fyrir ég var komin bara heim í sveitina. Og ég kallaði að fara heim, að fara í sveitina. Til afa og ömmu? Sko, þetta var bróðurinn ömmu sem bjó þarna niðri í Flóa. Og ég var bara, leið á skólinn lokaði, þá vildi ég fara bara heim. En þú ert alin upp í Geithálsi? Það heitir Sunnuhlíð við Geitháls. Og afi og pabbi reistu þetta hús og það var semst íbúðarhús í helmingnum og reikiðjan í hinum helmingnum. Það var ekki gott kombo. Og svo tókstu þegar þú varst og hafðir aldur til að hlaða niður börnum. Þú átt ótrúlega mörg börn. Já, ég blessuð kona og Guð hefur treyst mér fyrir 8 börnum. Takk fyrir. 6 þeirra fæddi ég sjálf. 2 átti fyrir maðurinn minn og ég fekk þær í bónus þessar yndislegu stelpur. Óbúslega flottar stelpur. Og svo áttu við, fyrir maðurinn minn hét Sigtryggur, við áttum 1 stelpu og 4 stráka. Og svo áttu 2 með seinni mannum? Já, við Guðjón eigum 2 stráka sem eru 16 og 17 ára. Þetta fallegur hópur. Það svolítið fullorðins að eiga 8 börn. Já, það kannski ekki alveg vel algengt í dag, en það samt til og þetta er blessun. Börn eru blessun. Sigríður Ester, þú ekki farið áfallalaust í gegnum lífið fyrir maður þinn Sigtryggur féll frá á besta aldri. Hvernig bar það að? Já, Sigtryggur var rétt rúmlega 50 þegar hann dó og hann var að vinna hann var smiður og þeir voru að vinna við hús í kirkjugörðum Reykjavíkur og voru að setja drenlögn. Þar við húsið var steintröppur og það var ekki búið að setja það í reglugerð að steintröppur þyrfti að vera járnbendar við hús og hann var ofan í skurðinum og tröppurnar runnu á hann og það talaði hann hafi látið samstundis sem betur fer. Hvernig heyrðir þú af þessu? Ég var í vinnunni. Ég var að vinna á leikskóla og ég var köllin á skrifstofu og ég hélt bara, já, ég var nýkomin í vinnuna og gaman og þar prestur og lögreglumaður og þeir spurja hvort að maðurinn minn heiti Sigtryggur Snorri Ástvaldsson og ég bara vissi það og það var mjög erfitt. Svakalega stórt verkefni. Við hlýtur að vera skrítið að standa allt í nefn á skrifstofu og í unnu sínu og prestur og lögreglumaður eru fyrir framan. Já, það var undarleg tilfinning. Og eitthvað sem ég myndi ekki vilja bjóða neinum. Ég myndi ekki vilja, ef ég ætti óvini, þá myndi ég ekki vilja að þeir þyrftu að gangi gegnum það. Já, bara enga óvini. En hvað var þér sagt? Mér var sagt að hann hefði lent í vinnusleysi og hann hefði látist. Og svo var bara farið með mig, börnin mín voru heima, við áttum heima, ég átti heima í Skógarás, átti heima bara rétt hjá leikskólanum og lögreglumaðurinn og presturinn fóru með mig til mömmu og mágur minn sótti börnin og við söfnumst öll heima hjá mömmu og systkini mín og ég á alveg óbúslega stóra, sterka og góða fjölskyldu. Við erum 6 systkinin og pappa og mamma og við erum bara ég óbúslega heppin og lánsum kona eiga svona góða fjölskyldu. Og hún hefur hlúð að þér? Alveg, vöðu minn í Bómöll. Bróður minn býr í Danmörku, hann kom heim og sá allt sem snýr að fjármálum að því að ég kunni það ekki. Elsta systir mín sá allt sem við komum í jarðarförinni og mamma pakkaði mér inn í Bómöll. Sá börnin og
bjó bara heima hjá mér í nokkrar vikur eftir. En þú ert og varst töluvert yngri en Sigtryggur heitinn orðin ekkja með 4 börn pluss stelpurnar 2 á unga aldri. Já, ég var 34 ára. Stóru stelpurnar okkar voru fluttar að heiman og búin að stofna sína fjölskyldur. En ég var náttúrulega ein með börnin. Snorri var 12 ára, Kristbjörg 10, Eyþór 8 og Karl var ekki nema 3 ára. Og þetta náttúrulega bara pakki, þú veist. Já, og maður hlýtur samt sem maður þrátt fyrir alla vini og ættingi og ástina í kringum hann að vera svolítið einn á svona stundu. Já, þetta bara þitt verkefni. Þetta var bara mitt verkefni og ég bara þurfti að takast á við það. En þrátt fyrir það, þá alltaf gott eða góða. Já. Það bara þannig. Og ég var svo sem aldrei heldur alveg ein. Ég mjög trúkona og ég hafði alltaf Jesú til að tala við. Og mér finnst það ómetanlegt fyrir mig, sko. Ekki svolítið skrítið ef maður getur á annað búin nota þá orð að vera allt í einu einn vegna þess að hjónaband þá svona víkur svolítið einstaklingurinn til hliðar og maður verður 2, maður verður partur af öðrum en stendur svo allt í einu sem snöggvast uppi sem aleinn. Jú. Það eitthvað sem að engan langar til og líka bara við ætluðum að stækka, við vorum alltaf með 4 börn í 80 fermetra íbúð, 85 ég man ekki alveg. Það þurfti að semja við kaupendur og seljendur og þá komum við aftur að því hvað ég á góða fjölskyldu og þeir hjálpaði mér það en auðvitað vera einnum uppeldi, það vita allar einstæðar mæður og einstæðir feður að það ekkert grín að vera einstætt foreldri sko, að því, þú veist ég reyndar að því við vorum gift og það skiptir gríðarlega miklu máli þannig að ég hafði átti all lífeyrisréttindin hans og fekk dánarbætur og slysabætur og alls konar bætur, einhverjar og barnabætur og ég man ekki allt. Svo sem við gátum haldið okkur, sko. Ég átti alltaf nógan mat og fyrir öllum reikningum. En náttúrulega félagslegi þátturinn farin. En mér finnst alltaf algengt í íslensku þjóðfélagi að fólk búi saman, að því að sambúð sé bara það sama, en það ekki það sama þegar dauðsfall verður. Þá ertu réttindalaus, þú ert ekki giftur og það þarf ekki að hafa brúðkaup sem einhverjar flugeldasýningar. Það hægt að fara bara til borgardómara, það kostar einhverja, ég veit ekki hugmyndum hvað það kostar, einhverja 1000 kalla. Þá ertu komið með lagalegu hliðina. Svo hægt að hafa flugeldasýningu seinna. Það átt fyrir því. Þannig að þú komst þokkalega fjárhagslega frá þessu en tilfinningalega. Tók það þig langan tíma að jafna þig? Maður jafnar sig aldrei. Maður jafnar sig aldrei þannig. Maður bara lærir að lifa með þessu missi. Og í dag á ég yndislegan mann og ég elska hann alveg til himintunglana. En það oft sem ég hugsa, Sigtryggur hefði nátt gaman að þessu. Þetta hefði hann vilja skoða. Hann var mikið náttúrubarn og hafði ofsalega gaman að öllu sem við kom jörðinni og Íslandi. Og þegar gosið varð í Grímsvötnum 96, þá var hann nýdáinn. Og ég tók þetta allt upp á vídeó til að sýna honum. Það bara þannig. Og kannski hefur hann séð það? Nei, hann í himnaríki. Himnaríki þannig að þú bara þar. Þú ekki að hafa ágjörð því sem á jörðinni held ég. Það mín sýn á himnaríki. Það svo dásamlegt að við þurfum ekki að horfa niður innan Táradal sem ég er. Hvernig gekk þér, Sigríður Ester, að útskýra þetta fyrir börnunum, ungum börnunum, yngsti strákurinn 3 ára, elsti af þínum 12. Hvernig tókuð þau þessu? Misjafnlega kannski? Já, mjög misjafnlega. Snorri elstur, 12 ára, elsti strákurinn, fannst hann þurfa að taka mikla ábyrgð. Og fannst hann þurfa að hugsa, hann var alltaf ofboðslega góður við mömmu sína og ofboðslega mikill svona, hann var umhyggjusamur og fannst hann þurfa að taka þessa ábyrgð og það varð honum ofviða. Kristbjörg, ég held að hún hafi ekkert tekið því mikið betur en henni gengur betur að tjá sig.
enda mikið leikona. Og Eyþór hann er líka frekar opinn, en Karl var náttúrulega bara smábarn og hann í rauninni man ekki mikið eftir pabba sínum. En hann talaði oft að hann þyrfti aðeins að skutlast til himna og hitta pabba. Bara smá stund, mamma. En hann man bara sögur og myndir. En ég hef alltaf verið mjög dugleg að tala pabba þeirra og það var alltaf mynd af honum heima og enn. Og það ennþá tala mikið hann og munið þeirra pabbi þetta og það pabbi Sigtryggur og pabbi Guðjón. Þannig að það, jú, þau eru náttúrulega, að því þau eru einstaklingar, tóku þau misjafnlega. En rétt rösklega 30 ertu orðin ekki með þín 4 börn og stelpurnar 2, hans Sigtryggs eldri. Hélstu að þú myndir ná þér í annan kall? Aldrei. Ég hef aldrei verið talin sérstaklega grönn og vera eldgömul kettling, ótrúlega feit með fullt hús af börnum. Það var ekki alveg kannski svona það sem ég ímyndaði mér að einhver maður væri að leita eftir. En svo fórum við, ég reyndar flutti norður á Akureyri þegar þetta sorgarár var liðið. Þar bjó bróðir minn og við erum miklu vinir og ég flutti þangað og svo haustið var farið í svona ferð þar sem að bróðir minn og mákona fóru og ég og frændi mákonu minnar. Og við vorum voðalega mikið, þó við erum í stórum hóp, við vorum voðalega mikið saman að gera hitt og annað. Og einhvern veginn, þá þvældist þessi maður talsvert mikið fyrir augunum á mér, fannst mér. Og það bara endaði þannig að við erum gift og búin að vera gift síðan 98. Giftum okkur 2 árum eftir að Sigtryggur dó. Og ætlum að vera það bara alltaf. Til æviloka? Já, næstu 100 árin eða svo. Skiptir það miklu máli að eignast aðra ást? Já, það gerir það að því allavega fólk er eins lánsamt og ég eignast svona góðan maka sem að getur gengið börnunum hans í foreldri stað. Skilyrðislaust. Hann gerir það. Og nú áttu við Karl, hann er 5 ára þegar við giftum okkur. Svo eignast við Hjalta og Guðjón 99 og 2000 og Karl náttúrulega eiginlega svo eini sem virkilega elst upp með yngri strákunum. Ekki að segja sér litlir, það eru svo stórir. Hann hefur aldrei fundið að hann væri ekki sonurinn. Hann, og eins bara, ég meina, þau kalla hann öll pappa og hann er bara pappi þeirra. Hann er alltaf eini pappin sem þau eiga núna. En hvernig hefur Guðjóni, seinni manniðinum, gengið að meðtaka þína sorg yfir fyrrverandi manni? Guðjón er bara einstaklega vel af Guði gerður og hann er óbúslega hæglátur, óbúslega ólíkur mér. Því ég er svona hugmyndaflugmaður og ekki mjög jarðbundin, en hann er svona rólegur og yfirvegaður og hann á alveg óbúslega mikinn kærleika til að bera og umburðarlyndi og hann er ekki dómharður. Fólk má bara vera eins og það er ef það vill, þú veist. Og ég held að hann er bara svo vel upp alinn. Og hann skilur kannski auðveldlega að hverju konan sín er að gráta stundum út í horni. Já, ég held það. Og hann líka, hann er náttúrulega heldur engin krakki. Ég er 36 og hann 33 þegar við giftum okkur. Hann er 3 árum yngri en ég. Þannig að hann var bara búinn að taka út sinn. Hann var bara kallmaður þegar við kynnumst. Þú veist, hann er ekki ennþá ungur strákur. Nei. Þú sagðir áðan, Sigríður Ester, að Snorri, elsti sonur þinn, hefði ekki umborið missinn þegar pabbi hans dó. Smám saman bognar hann. Já, Snorri saknaði pabba síns alltaf mjög mikið. Jafnvel þó að hann og Guðjón væru alveg mjög góðir vinir og Guðjón var honum náttúrulega sem besti pabbi.
En ég held að hafa verið að því hann tók á sig svo mikla ábyrgð. Of mikla, of ungur. Hann fullorðnaðist of hratt. Og hann talaði sjálfur að hann væri með krabbamein í sálinni. Og hann sagði stundum, sko, ef ég væri með krabbamein einhvers staðar í líkamannum, þá myndi allir skilja það. En það skilur enginn krabbamein í sálinni. Og það einhvern veginn sjónsviðið þrengist svo. Og hann gafst upp. Hann ákvað það í júní 2015 í fyrra að fara heim til drottins og pabba. Segir þetta gott. Ha? Og segir þetta gott. Já, hann skrifa okkur bréf og sagði bara, hann sagði, ég er uppgefin, ég er alltaf þreyttur og ég hef ekkert að gefa. Og þó ég eigi allt sem hugurinn getur gerist. Ég á góða konu, yndislegt barn, fallegt heimili. Ég á fyrir öllum reikningum alltaf nóg mat. Get þetta samt ekki. Var eftir að hyggja langur aðdragandi að þessu? Þetta, nei, eða ég veit það ekki. Jú, örugglega hefur það verið, sko, þetta hefur örugglega verið búið að byggjast upp öll þessi 19 ár sem pappan stó. Mismikið. Og hann var svo sem búinn að reyna áður að taka líf sitt, en þá hringdi hann sjálfur á hjálp. Og í annað skipti var hann heima hjá okkur og kom inn til mín og við fórum með hann niður á geðdeild. En þarna bara, ég held þetta hafi ekki verið, hann hafi verið búinn að skipuleggja það í einhverja marga daga. Ég held þetta bara að vera þessi dagur, get ekki meir. Hvernig leið þér þegar þú fréttir af þessu? Ég trúði þessu ekki. Það, sko, hann hringir í mig 11:30, eða svona rétt fyrir hádegi. Er bara að spjalla og eitthvað hundinn og eitthvað, allt og ekkert, bara. Og hann hringdi í öll yngri systkin sín. Hann náði ekki stelpurnar og hann náði ekki karl. Hann náði ekki eldri stelpurnar og ekki karl. En hann hringdi og hann var bara að kveðja, svona eftir á að hyggja. Svo hringir hann í hann hringir í neyðarlínuna og segir hvað hann heitir og hvar hann sé. Og hann sé sjálfsögulingum. En þá var hann alveg að fara og var orðinn þvoglumæltur. Þannig að þeir fundu hann ekki fyrir en seinni partinn. Fundu hann ekki fyrir en 4 og 5. Og hann fór bara heim í fallega dalinn sinn og fyrir fram að fallega fossinn hans pappa og pappa síns og enda líf sitt þar. Við þekkjum þessum hver að það æpandi erfitt að lífa börnin sín. Það náttúrulega eitthvað sem enginn þurfi að gera. Og það er svo órökrétt. Það er algjörlega órökrétt. Og það er bara, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Fylltistu sjálfsásökun? Ekki beint, þú veist. Jú, akkur spurði hann ekki hvort hann væri í vinnuna, akkur baði hann ekki að koma í kaffi, akkur spurði ekki hvað hann væri, auðvitað. Af hverju, og af hverju sagði hann mér ekki hvernig hann leið. Af því það er svo mikilvægt að tala hvernig manni líður, líka þegar manni líður illa. Og bróðir minn segir nú stund og þú skalt ekki spyrja, þú vilt ekki fá svar, ekki spyrja hvernig líður þér, ef þú vilt ekki í alvörunni heyra hvernig mér líður. En fólk þarf að tala hvernig líður, af því að ég er ekki hugsanalesari og ég get ekki vita hvernig þér líður nema þú segir mér það. Stundum get ég reynd að sé hvort þú er glaður eða leiður, en ég get í rauninni ekki vita hvað er að gerast inn í höfðinu nema þú segir það. Og það er dauðans alvara.
að segja hvernig manni líður. Svo var tíðin að sjálfsvíg jafngiltu skömm og það var einfaldlega ekki talað þetta. Það var lokað á tilfinningar og frásagnir af því hvernig þetta barað voru ekki til staðar. Þetta hefur breyst í dag. Nú þykir mjög mikilvægt að fólk tali þetta, tali sig frá þessu, tali þetta sem jafnvel eðlilegan hlut. Já, og það er mjög mikilvægt. Og ég veit allavega fyrir mig, ég reyndar rosalega opin og finnst ekkert, ég segi bara hlutina eins og þeir eru. Fyrir mig að geta sagt, já, Hans Snorri valdi bara sjálfur að fara. Það segir, sko, ég held þetta hafi verið þannig, sko, ef að ættingiðinn valdi sjálfur sinn brottfarardag, þá var það einhver skömm fyrir mig. En það hefur ekkert með mig að gera. Það var ekki ég sem valdi þetta. Og það var ekki Snorri sem valdi sér að verða þunglindur og kvíðinn og allt það sem var að hrjá hann. Vegna þess að ef hann hefði valið það, þá hafði hann bara skilað því. Það er ekki þannig. Reykjavíkurmaraþonið er nýafstaðið og það var hlaupið fyrir Snorra til þess að styrkja framtakið hjá Rauða krossinum út með það. Já, út með það. Það þarf að koma út með það, hvernig þið líður. Já, þetta var upplifun. Ég fór 10 kílómetra, ég hleyp ekki, en ég labbaði 10 kílómetra og það var áskorun, svona labbaði, skokkaði, já, ég eiginlega bara labbaði. Að gera þetta bara svona almannafæri er ekki alveg minn tebolli, eitthvað svona, ég get ekki sagt að ég sé sérlega stolt af líkama mínum, en þetta er samt minn líkami og hann er búinn að þjóna mér í 54 ár og þetta var rosalega gaman. Sjá allt þetta fólk sem var að hvetja okkur og veðrið yndislegt og já, þetta var upplifun. Og þetta framtak skiptir máli, út með það? Algjörlega. Að fólk tala tilfinningar sínar. Það er engin skömm að því. Það er engin, ég meina þú talar það og er glaður. Akkur ég er ekki að segja og þurfa að labba öllum að segja, ó ég er þunglindur. Heldur bara ef einhvern spyrir, hvernig líður þér? Já, veistu það, ég er bara átt betri dag. Það er bara allt í lagi að segja það. Eða, veistu það, ég er bara svolítið þung í dag. Ég bara líður ekkert sérstaklega vel. Þrátt fyrir allt, þrátt fyrir áföllin, sorgina, þá ertu glaðvær. Ég er Guði þakklátt fyrir að ég skuli eiga bara, já, ég er frekar glaðvær kona. Og ég er líka bara þakklátt, sko, Sigtryggur er dáinn og Snorri dáinn. En ég á ennþá 7 börn og ég á mann sem elskar mig og dýrkar jörðina sem ég geng á. Ég á foreldra sem finnst ég frábær, systkini sem finnst ég æðisleg. Ég er ekki alveg sammála en þeim finnst þetta. Og það hefur alveg góð tilfinning að vita að það er einhver sem elskar mann sama hvernig maður er. En ég er frekar léttlynd kona. Til hamingju með lífið. Takk fyrir sömuleiðis.